Alveg 4-3 tap hérna á móti Frömmurum í Kópavoginum, bara svona fyrstu viðbrögð eftir, kannski kaflaskiptan leik. Já, bara mjög svekktur og ósáttur með fyrri hálfleikinn, fyrir utan kannski þessar fyrstu 5 mínútur. Eftir það þá bara spilum við leikinn í þeirra hendur. Allt of mikið af slopp í sendingum sem að bjóða upp á skyndisóknir sem að þeir eru mjög öflugir í, lélegir að klára mómentinn og koma boltanum frá, búið að banka fyrir það móment og við höldum einhvern veginn áfram að reyna að spila okkur úr erfiðum stöðum í staðinn fyrir að bara snúa leiknum og snúa framliðinu. Þannig að ég er bara mjög ánægður með fyrri hálfleikinn. Og þannig að 2 mörk á okkur í beit alveg eins og í síðasta leik eftir að komast yfir. Það hlýtur að vera pirrandi á liðinu að sjá þetta gerast annan leikinn í röð. Já, það er búið að vera svo sem gerast oftar í gegnum tímabilið. Þannig að það er klárt, en bara heilt yfir, við gefum hennar leik frá okkur því að við, eins og ég sagði, við vorum fínir í seinni hálfleik, vorum kannski óheppnir að bara ná ekki að jafna, en fyrri hálfleikur var algjörlega óboðlegur. Þú segir óboðlegt, var gripið í gömlu góðu eldræðina í klefanum í hálfleik? Já, ég sagði þeim bara það sem mér þótti fyrri hálfleikinn og þetta var ekki það sem við lögðum upp með og þannig að ég viðurkenni það alveg, ég var mjög ánægður í hálfleik. Enda fengum við bara ágætis svar í seinni hálfleik. Svona kaflaskipt í dag, þetta hefur verið kaflaskipt tímabil hjá okkur. Hvernig gengur ykkur að útskýra þetta hjá liðinu? Það gengur bara mjög erfiðlega að útskýra það. Eins og bara hárrétt hjá þér, þetta er búið að vera mjög kaflaskipt, bara bæði inn í leikjum og milli leikja. Og það er náttúrulega bara eitthvað sem að við erum búin að vera að reyna að laga og tala og virðist vera pínu erfitt að koma í veg fyrir þetta. Þannig að það er bara við þurfum að halda áfram og snúa þessu í það að ná upp stöðuleika. Segir ná upp stöðuleika, þið spilið góðan sóknarleikaköflum, góða varnarleikaköflum svona heilt yfir tímabilið. Hvað er það sem að Breiðablik vill standa fyrir eins og staðan er í dag? Við viljum náttúrulega bara standa fyrir heilsteyptan leik, bara heilt yfir að við viljum geta varið markið okkar, við viljum fá okkur mörg og við viljum skora mörg líka. Við viljum geta búið upp á fjölbreyttan sóknarleik og öflugan varnarleik, en við mögum alls ekki lenda mitt á milli eins og við gerum sérstaklega í fyrri hálfleik að ætluðum að pressa á hátt og mér fannst að vera meira þannig að við sóknarlega í dag erum við að bjóða hættunni heim í nánast öllum aðgerðum og hleypum þeim inn í sinn leik sem er skyndisóknar leikur og það greip okkur í bólunni. Þið eruð í 4. sæti eins og staðan er í dag, það er ansi langt upp en það svona styttist í liðin sem eru fyrir neðan okkur. Keflavík byrja andan í hálfsmáli, er það eitthvað sem skiptir ykkur máli að halda í þetta 4. sæti út leiktíðina, er það bara þessi efri hluti og svo eru bikarúrslitin? Nei, við erum bara í þessu til þess að reyna að vinna hvern einasta fótboltaleik og við viljum bara enda eins hátt og mögulegt er. Það er bara öll umræðum eitthvað annað er bara hún er ekki á okkar borðið. Anton Logi er að snúa aftur, hann spilar korter á móti KR eða svo 20 mínútur í dag. Hvað fáið þið með þeim leikmanni? Það er jafnvel fólk búið að tala um að þið sigri einn á bikarúrslitaleik með honum og tapið honum án hans. Já, Anton Logi er búinn að saknast mikið. Hann náttúrulega er gríðarlega öflugur og bara með betri miðjumenn landsins. Og það er bara gott að hann sé að komast aftur. Nú þurfum við bara að trappa hann upp í rólegheitum. Ágúst Orri Þorsteinsson er leikmaður sem var tilkynnt í dag að væri að fara til Hollands. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að fylla í það skarð sem hann skilur eftir sig? Já, við erum náttúrulega bara með flotta leikmenn í Jonna og Degi og svo erum við að vonast til þess að Aron Bjarnason komi tilbaka á næstunni. Þannig að við leysum það bara hérna innan hús. Það er Stjarnan í næsta leik. Það er svona lið sem er að berjast að komast upp í efri hlutann. Hvernig farið þið inn í þennan leik? Já, við erum allavega vera bara öflugir í 90 mínútur og það er bara eitthvað sem að
er algjör lykill fyrir okkur. Við getum ekki leyft okkur að droppa svona á milli inn í leikjum. Við þurfum bara, það er bara gott stjörnulið sem er að mæta hérna. Við þurfum bara að gera betur í dag og gera betur en undanfarið.